Jesús. Drottinn minn, við erum ekkert án þín, drottinn. Halleluja, ég þakka þér fyrir, drottinn minn. Hvernig þú hefur gefið okkur svo miklu meira, alltaf meira og meira af þér. Og þó við séum ekkert án þín, drottinn, þá erum við allt með þér. Nóg til þess að við tökum okkur bara smá stund og lókum augunum. Faðir minn, þökkum við fyrir þessa stund, drottinn. Við þökkum við fyrir þessa stund, drottinn. Og ég bið drottinn að í dag megum við minnast þess hvar við vorum og hvar við erum í dag, drottinn. Að megum minnast, megum horfa tilbaka og horfa á þessa minningastein okkar, drottinn. Það sem að þú hefur reist okkur upp, drottinn. Í hvert einasta skipti, drottinn minn, sem hefur mist í okkur, hvernig þú hefur reist okkur upp, Faðir. Ég þakka þér fyrir uppreissu kraftinn, drottinn, sem var ekki aðeins fyrir þig, heldur risu við upp með þér líka, drottinn. Og ég þakka þér fyrir, drottinn minn, að þú hefur gefið okkur líf í fullri gnægð. Þú hefur gefið okkur líf í fullri gnægð, það sem allt mögulegt, drottinn. Og ég er svo þakklátur Guði fyrir það hvar ég í dag og hvað hann hefur gert fyrir mig. Og mér langar til þess að byrja hérna að lesa, ég man eftir ég var frelsaður 97. Og ég spurði Guð 30. desember 97, hver væri framtíð mín? Og ég fékk þetta orð, hann svaraði, ekki er það yðar að vita tíma eða tíðir sem Faðirinn sett á sjálfsins valdi. En þér munuð öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir í Jerúsalem, í allri Júdeu, í Samaríu og allt til endi marka jarðarinnar. Ég vildi óska þess að ég geti sagt að ég væri búinn að vera edrú síðan, en ég fór aftur að drekka, ég fór aftur að nota. Og ég man eftir því að fyrst fór þjónustan úr lífi mínu, svo var ég fyrir einhverju aðkasti og það var sagt við mig eitthvað svona lögmálstótt og ég upplifði einhvern veginn það að ég upplifði alltaf einhvern veginn að ég væri ekki nógu góður fyrir Guð. Mér fannst ég alltaf bara vera, bara svona ekki nógu góður fyrir Drottinn, ekki nógu góður fyrir Jesú. Og ég helltist úr kirkjunni og ég fór aftur að nota, datt í það. Fór aftur í meðferð, datt aftur í það. Nokkrum árum seinna var ég næstu í mannabana og ég man eftir því hvað ég var hræddur þegar ég vaknaði upp eftir þetta fyllirí og lögreglan hringdi í mig og sagði að ég þurfti að koma í yfirheyrslu því að ég hefði höfuðkúpubrotið mann og hann var í lífshættu. Og ég fór niður á stöð og fór í þessa yfirheyrslu og þeir sögðu ég hefði verið gríðarlega heppinn. Því að á einhvern yfirnáttúrulegan hátt að þá hefði hætt að blæða inn á höfuð á honum. Þakka fyrir þetta. Og ég hugsaði ég ætla aldrei aftur að drekka. Ég ætla aldrei aftur að nota. Nú er þetta búið. 2 vikum seinna kom vinur minn með bjórkassa heim til mín og ég endaði niður í bæ, fullur aftur. Nema í þetta skiptið að þá var ekki þessu lukka sem fylgdi mér eins og í fyrra skiptinu og maður sem ég slóst við, hann dó, hann lést. Og allt í einu var ég kominn upp á Litlahraun í gæsluvarðhald og aftur sagði ég ætla aldrei að drekka aftur, ég ætla aldrei, bara góðu Guð, ef þú bara bjarga mér á þessu, þá skal ég aldrei aftur. En ég fekk 6 ára fangelsisdóm, ég fekk 3 ára undirrétti og 6 ára í Hæstarétti. Og það var sagt við mig að ástæðan fyrir þyngingin og dómnum var það að ég væri algjör hrotti, ofbeldismadur, ég ætti mér enga málsbætur og litla eða enga vonum betrun. Og ég man hvernig mér fannst eins og lífið væri bara búið þegar ég fekk hennan dóm, en
Ég vissi einhvern veginn þá að ég ætti aldrei eftir að geta borið höfuð hátt. Og ég man eftir því þegar ég kom út úr fangelsinu og ég hélt áfram að flytja inn eiturlyf og vera á þessum stað sem ég var á. Við fluttum inn vændiskonur frá Brasilíu og opnuðum hóruhús. Og það má eiginlega segja það að ef það var ólöglegt og það var hægt að hagnast á því að þá gerði ég það, nánast. Og ég var gjörsamlega týndur og ég hugsaði ekki um neitt annað en sjálfa mig. Einu skiptin sem ég var til staðar fyrir fjölskyldunum mína er þegar að það þurfti að lemja eitthvað eða stoppa eitthvað af eða gera eitthvað slæmt við eitthvað. Þá gat ég sýnt væntumþykjuna mína. Ég veit ekki hversu oft ég hugsaði hvað ef ég ekki gert þetta, ef ég ekki gert hitt. En það breytti ég ekki hverju ég gerði og hvað ég gerði. En ég var gjörsamlega týndur. Ég var öll þessi ár og þá hafði ég keppst við það að komast á hana stað, að verða svona stór kall. Og ég man bara eftir því þegar ég fattaði allt í einu að ég var orðinn þessi stóri kall sem að ég var búinn að vera að eldast við að verða öll þessi ár. Ég var búinn að vera að elda þessa ímynd að þetta yrði miklu betra ef ég ætti bara aðeins meira eða væri með meira peningum og meira af hinu að þessu. Og ég man eftir því ég áttaði mig á því ég væri komin á annan stað. Ég átti nóg af öllu sem ég langaði í. Ég gat keypt mér nánast það sem ég vildi í. Oft tók ég upp á því bara að ferðast miðja nótt, þá kannski fór ég bara að keypti mér flugfar til Amsterdam því mér langaði alltaf að djamma þar. Ég hafði einhvern veginn algjört frelsi, en innra með mér var ég svo bundinn og ég var svo tættur og ég var svo týndur. Og mér leið eins og rottu á hlaupa, eða svona hamstri á hlaupahjóli. Ég var búinn að vera að elta einhverja tálsýn. Það var búið að draga mig inn í eitthvað sem mér líkaði ekki einu sinni við. Og kvíðinn og óttinn byrjaði að taka yfir hjarta mitt. Og ég fann að ég átti enga leið út úr þessu. Hausinn á mig var farin að gefa sig og ég var farin að verða geðveikur. Og ég man eftir því ég var að hrista fyrirverandi kærustuna mín á nóttinni. Ég þessi harði nagli, þessi handdrukkari og maður sem fólk var rætt við, að ég var að hrista hann á nóttinni og segja hann að þú verður að biðja fyrir mér. Því ég get ekki sofið. Og alltaf þegar ég var einn, þá kom þessi ótti yfir mig. Og ég man mér alltaf að fara að kvíða fyrir kvöldinu. Því að kvíðinn og óttinn sem var innan með mér, hann stækkaði bara og stækkaði. Og tómarúmið stækkaði og stækkaði og ég gat ekki lengur fyllt þetta með þessu drasli. Allt í einu hætti allt þetta drasla virka með fíkniefnin, peningarnir, þú veist, öll syndin var hætt að virka einhvern veginn. Og ég vissi framtíð mína, ég vissi ég myndi annarkvort lendi í fangelsi eða inn á geðdeild. En ég hélt áfram að fara á hnén og ég hélt áfram að reyna að hætta. Og ég reyndi að stjórna neyslunum minni á allan hátt, hætta að nota þetta, byrja að nota þetta, nota bara eftir 6. Og ég var rosalega agaður í því að reyna að halda í þetta. En allt kom fyrir ekki. 1. apríl 2007 þá gekk ég inn á 12-sporafund. Algjörlega búinn á því. Ég fór ekki í neina meðferð, ég fór á hnén í 3. sporinu og ég gaf Guði líf mitt. Ég sagði Guð, ég veit að það er ekki mikið, en ég gef þér allt. Vilt þú vera höfðingi yfir lífið mínu? Og þá var mér boðið inn í bænahóp þar sem ég fekk að heyra kennslu orð Guðs og svo hætti sá bænahópur og ég bara svona, þú veist, ég get alveg stofnað bænahóp. Ég stofnaði bænahóp í gamla hóruhúsinu
Og við byrjum að bjóða fólki og húsið fór að fyllast. Og það er svo skrítið að húsið fór að fyllast af fólki og við vissum ekkert hvað við vorum að gera. Þá reyktum við á samkomunum. Og það var mjög erfitt fyrir svona frelsa fólk að vera lengi þarna inni. Það var svo mikill reykur í stofunni. Yfirlega þá vissum við að hverju voru búin að frelsa lengi, þeir hóstuðu svo mikið. En samt voru undur tákn og kraftaverk að gera. Samt voru við að sjá fólk læknast og leysast og frelsast og verða heilt. Þegar Guð er miskunnsamur Guð. Og gjaldið hefur verið greitt, skuldin hefur verið borguð. En ég hélt áfram að vinna mér inn fyrir elsku Guðs. Og ég var svo búinn á því. Við héldum til dæmis bænagöngu þar sem að ég man eftir ég sagði í beinni útsendingu að það var nú hægt að ganga fyrir Jesú. Niður Laugaveginn. Og ég sagði dagsetningu og allt í beinni útsendingu á Omega og svo bara ég labbaði þarna út og var ég bara hvað er ég nú búinn að koma mér í? Og ég man hvað ég var hræddur og ég sagði bara, ég fór alla leiðina upp í hvað er það sem að Kristila móti er haldið hjá Fíladelfíu? Kirkjulækjarkot, fór alla leiðina þangað og eyddi heilli helgi að biðja og ég var svo hræddur og ég sagði bara Guð, ég er bara ekki rétti maðurinn í þetta. Þú veist, ég er bara einhver handrukkari og eitulega seggur og hórmangari. Þú veist, ég bara fyndi einhvern annan í þetta sem getur sinnt þessu og fullt af fólki að frelsast og allt í einu eitthvað bænagang á leiðinni og það var ekki nema, ég man ekki 1-2 mánuður í hana og ég var bara skít hræddur. Og óttinn gjörsamlega yfirtók hjarta mitt og ég bað þessa helgi og ég man ég var búinn að biðja alla helgin og svo á sunnudagssamkomunni að þá er ég standandi og ég er að lofa Guð og þá allt í einu eins og mér segir kift upp í heiminin. Og Jesús sjálfur stendur fyrir fram að mig. Og hann er með risastórt sverð og risastóran skjöld og það eina sem ég fann bara var hvað hann átti mikið vald og hvað var mikill kraftur sem að fylgdi honum. Og ég fann bara hvernig ótti minn bara minnkaði þegar ég sá hann. Og hann var svo fallegur og fríður og ég fann bara þetta mikla vald sem fylgdi honum. Og hann sagði bara við mig, óttast ekki Baldur því ég er með þér til að frelsa þig. Frá þessari stundu þó óttaðist ég ekki þetta. Við leigðum Laugardalshöllina. Og þetta gekk bara allt upp og það var meira svo 50 skall eftir. Við áttum ekki krónu. Og það voru, ég held að Geirjón hafi talað að það var eitthvað í kringu 3000 mann sem gengu frá Hallgrímskirkju og niður á Alþingi. Og lofandi Drottinn. Syngjandi söngva. Vitið það systkini, það er allt mögulegt. En svo lærði ég það að Guð elskar mig. Hann elskar mig ekki fyrir það sem ég geri, heldur elskar hann bara mig. Hann bara elskar mig og alveg sama hvar ég er stattur eða hvað ég er að gera, þá elskar hann mig bara. Og ég fór allt í einu að upplifa þessa elsku og ég fann bara hvernig lesblindan fór og athyglisbresturinn og allt í einu gæti ég farið að hugsa skýrt og allt í einu var ég orðinn rólegri og ég fann bara hvernig Guð læknaði mig bara með elsku sinni. Bara með því að skilja það í hjarta mínu. Það var ekkert mál fyrir mig að skilja. Ég vissi alveg að Guð elskaði mig út af að hann þurfti að gera það þegar það stóð í Biblíunni. En þegar ég vissi það hérna að Jesús elskaði mig, hann kaus að elska mig, að hann kaus að láta líf sitt svo ég gæti að lausn. Vitið að ég er ekki að bjóða ykkur leið þar sem að það verður bara endalaus gleði og hamingja og það kemur aldrei neitt upp á. Við munum fara í gegnum dali og við munum lenda í alls konar hlutum og ég veit ekki hvað ég er ekki búinn að upplifa og ég man eftir í þegar að Dúti frendi sem var á áfangaheimilinu heima
Hann rauk út af áfangaheimilinu og ég man ég fór í vinnuna 2 dögum seinna og var upp á þaki að binda járn. Þegar ég fekk símhringinguna, hann var búinn að hengja sig, hann var búinn að taka sitt eigið líf. Hann höndlaði ekki að fara aftur inn á Litlahraun, þar sem hann hefði verið misnotaður kynferðislega, og hann tók sitt eigið líf. Hann hengdi sig í kirkjugarðinum við hliðina á líkgeymslunni. Og ég man ég hugsaði að nú gæti ég ekki lengur og ég hætti að vinna og ég fór í fullt starf fyrir Guð í 3 ára og þá starfaði ég eingöngu fyrir Drottinn og ég gerði ekkert nema fyrir Drottinn. Og ég sá svo ótrúleg kraftaverk og undur og tákn gerast og ennþá að sjá. En veistu það, Guð að leita að þér í kvöld. Því hann vill binda enda á sársauka þinn. Og veit að þótt ég sé búinn að fara í gegnum allt þetta og ég fundi það í dag þá síðasta sumar, eða semst á síðasta ári þá fór ég í gegnum skilnað, forræðisdeilu og misti litlu systur mína líka. Allt á 1 ári. Það var reynt að taka með barnið og svo systir mín tekin frá mér. Og ég man ég horfði, eftir ég fekk þessar fréttir, ég man hvernig nístandi sársaukin hann skar í gegnum hjarta mitt og ég var gjörsamlega blindaður af sársauka og ég man ég barði bara í vegginn og ég hugsaði af hverju. Og ég sneri mér upp í himininn og ég sagði, Guð, ég er búinn að þjóna þér í öll þessi ár. Ég er búinn að gefa líf mitt til að berjast við akkurat þennan djöful. Og svo bankar hann upp á heima hjá mér. Og tekur litlu systur mína. Og ég man við fórum á spítala og við báðum fyrir henni og við báðum í marga klukkutíma. Meira sé að þjóðkirkjupresturinn var byrjaður að biðja fyrir henni líka, að reyna að vekja hana til lífsins með okkur. En hún vaknaði ekki. Og ég man eftir í hvað ég var alltaf að berjast við þessa hugsun. Og ég grét og ég veit ekki hvar ég væri eða ekki haft Caritas við hliðina á mér á þessum tíma. Til þess að uppörfa mig og blessa mig og gefa mér von og ég gleymi því aldrei þegar hún sagði við mig, Baldur, ég sem var að segja við hana, ég sagði sko til hvers er ég búinn að vera aðeins öllu, ég get ekki einu sinni bjarga minn eigin fjölskyldu, ég er búinn að vera út að berjast og svo get ég ekki einu sinni sinnt minn eigin fjölskyldu. Og hún sagði bara við mig að segja setningu, Baldur, hvar heldur að systir þín væri núna ef þú hefur ekki valið þessa leið? Og þá allt í einu þá kviknaði ljós innra með mér. Og allt í einu fekk ég svo opinberun það að hún sat á himnum hjá föður mínum. Og þvílík náð og miskunn þegar ég fann þennan léttir sem ég fann því að það var ég sem leiddi hana til Drottins. Það var ég sem leiddi hana til Drottins og það er ég sem að fekk að uppörva hana í frelsinu og í dag og í allar þessar yndislegu minningar hana. Og hún situr á himnum og bíður. Og ég mun hitta hann aftur. Vitið að systkini að það eru alls konar hlutir sem hafa komið gegn mér en ég finn bara í dag hvernig Guð hefur gefið mér algjört frelsi til þess að vera bara í honum og hann í mér. Og þótt svo allir þessir hlutir hafi komið upp og þótt að við eigum þessa dimmu dali að þá eigum við samt frið í hjartanu. Og kvíðin og óttin eiga sér engan bústað í mínu lífi í dag. Jafnvel þótt ég sé búinn að fara í gegnum þetta allt. Því ég á sigurvegara, ég á mér árnaða mann á himnum sem er Jesús Kristus. Og vitið það er bara ein leið. Og vitið það sem að, og ég hef oft verið að hugsa hvað hef ég gert? Hvernig hef ég náð að standa í gegnum þetta allt? Hvernig ég hef verið slegið niður og þá hefur Guð alltaf reist mig upp aftur. Og ég er búinn að vera að hugsa hvað er það sem ég er búinn að vera að gera. Að ég hef ekki látið af að lofa nafnið hans.
Og jafnvel þótt ég hef ekki skilið það sem hann að gera, að þá ég samt lyft upp höndum og ég hef sagt Drottinn gaf og Drottinn tók, lofað sé nafn Drottins. Og ég hef lyft sérhverju kringumstæðu upp til hans og lofað kringumstæðum þótt ég hef ekki skilið hann. Og ég hef ekki látið af að gefa honum lofgjörð mína og þakklæti mitt. Því að sá maður sem ég í dag ekki sami maður og ég var. Því að ég var maður sem var drifinn áfram af hatri og ilsku. Ég gat ekki verið í biðröð á þess að slá einhvern utan undir. Eða henda klinki í afgreiðslukonuna. Það var ekki hægt að fara með mér út að borða og ég öskraði á afgreiðslufólkið. Í dag, þá get ég staðið og ég get hort framan í ykkur öll. Og ég get sagt ég elsku ykkur á öllu hjarta. Og það vitnisburður minn í dag það hver hann Konan sem var með blóðlátið í Biblíunni í 12 ár, hún var búin að eyða öllu sínu. Og veit að ég var búin að eyða öllu mínu. Það var ekki til eitthvað slökunardiskur sem ég var ekki búin að kaupa eða eitthvað kukkbækur eða eitthvað sem ég var búin að kaupa til að reyna að kaupa með frið. Og ég var búin að reyna allt annað, sita á hnjánum og biðja frið. Eftir einhverju svona íhugunar tónlist eða einhverju dóti. En þetta gaf mér ekki neitt. Kannski gaf þetta með stundarfriðs eða stundarfix sem fór svo aftur. En þessi kona sem var með blóðlát sem var búin að reyna allt og var búin að gefa allt í 12 ár. Til þess að öðlast frelsi og svo sá hún Jesú og hún komst ekki á honum, það var svo mikið að mannþröngi gegn kringum hann, en hún þrýsti sér í gegn og hún hætti ekki, hún ýtti og hún ýtti og hún ýtti og hún ýtti þá hún snerti klæðafald til hans og Jesú sneri sig við og sagði það fór kraftur úr mér. Hver snerti mig? Því hann var snertur í trú. Það voru allir að nuddast utan í honum. Athuga, hvað get ég fengið út úr þessu? Hvað í þessu fyrir mig? En það var ein kona sem snerti hann í trú. Og hann sagði að það snerti mig einhver. En það ekki heil brú í því að segja það snerti mig einhver. Því það voru allir að snerta hann, hún komst ekki eins og að honum. Og krafturinn fór út af honum, hún læknaðist. Guð að leita þér í kvöld. Þú sem vilt þrýsta þér í gegn. Þú sem vilt gefa allt til að ganga beina veginn. Þú sem tilbúin til að leggja lífið til hliðar. Vitið að þegar ég man ég var alltaf að selja eiturlyf og svo var ég á samkomum og svo var ég að biðja fyrir fólki og var að læknast og svo var ég að taka á móti sendingunni og setja hann í réttar hendur og svo tók ég rosa mikið af peningunum og gaf þá og svo var ég bara, Guð þar bara á þessum peningum að halda. Og ég var bara búin að ákveða það hvernig ég ætlaði bara að byggja upp kirkju. Við vorum búin að kaupa parkettvél sem við ætlum að fylla kókaini. Og ég man eftir því og svo fór ég á kotmót. Það var mikil barátta að fara á þetta kotmót. Og svo stendi ég þarna fyrsta kvöldið. Og ég gjörsamlega slegin eins og með eldingu í höfuðið. Og ég dett niður og ég hágræt og græt og græt og græt og græt. Og Guð sagði við mig, Baldur, þú getur ekki þjónað 2 herrum. Þú verður að velja. Þú getur ekki stigið á 2 steinum því þá muntu falla. Gefðu mér allt. Og þessum tíma átti ég 2 sendingar sem voru á leiðinni yfir hafið. Kíló af kókaini og 2 kíló af amfetamíni. Og ég get ekki lýst svipnum á strákunum því ég labbaði til þér og sagði ég hættur með eigið þetta, ég tek ekki þátt í þessu lengur. En það var mitt mesta happ. Því ef ég hefði tekið við þessu, eftir að Guð sagði við mig, breyttu lífið þínu, að þá veit ég ekki hvort ég staðið inn í dag. Þá hefði ég sennilega tekið við næsta líka. Og næsta líka. Og hefði síðan farið í fangelsi með þeim. En Guð að leita þér í kvöld og hann vill gefa þér frelsi.
Þegar vonin, hún bregst ekki. Þessi kona með blóðlóti, hún átti þessa von. Ef hún fengi bara snertan, ef hún gæti bara fengið að koma við hann, að þá myndi hún eiga von, að þá myndi hún læknast, þá myndi hún verða heil. Og það er svona sem við höfum að snerta Jesú, það er svona sem við höfum að koma til Jesú. Hvað get ég gefið í hennan heim? Hvar er minn staður? Vitið það að við erum öll með þjónustu hérna inni. Við erum öll með sterka og djúpa köllun. Alveg frá því að Guð mótaði okkur, þá sett hann drauma og þrárin í hjörtun okkar það sem er þjónustu okkur og köllun okkar. En svo situm við og segjum, ég er ekki nógu góður, ég er ekki nógu góð. Ég var að gera þetta mér og ég var að gera hitt af mér. Ég er mesti auminginn af þeim öllum. Úr mestu aumingi ættinni. Ég get ekki neitt. Ég er akkurat frá Keflavík. Algjör skítabæður, sko. Það er bara, þú veist, það er hæðsta glæpatíðni á Íslandi þarna, sko. Með höfðatölu. Við gerum könnun í félagsfræði. Og þá eru flestir í fangelsi frá Keflavík. Það búa bara 5.000 manns þarna eða eitthvað. Og ég er úr mestu svona skíta fjölskyldinu úr Keflavík líka. Sem var litin svona hornauga. Og býta aðeins. Og svo var sagt við mig af ættinni minni, skíta ættinni, að ég var í svarti sauðurinn. Og ég mátti ekki leika við alla frændur mína eða neitt. Það voru skilaboðin sem ég fekk þegar ég var lítill. Og veistu að Guð, hann horfði inn í hjarta mitt. Hann horfði ekki á það sem menn sáu, heldur horfði hann inn í hjarta mitt og hann sá möguleika. Og Guð er að horfa inn í hjarta þitt í kvöld og hann sér ekkert nema möguleika. Og ég vil horfa inn í hjarta þitt í kvöld og ég vil reisa þig upp eins og ég hef verið reistur upp. Og við í United viljum umfaðma þig og elska þig til lífs að þú ert verðmætur og verðmætt. Þú ert dýru verði keypt. Þú ert dýru verði keypt. Og þótt að það bara verið þú sem ert núna að hugsa, en ekki ég, að þá er Jesús samt farið og dáið. Bara fyrir þig. Af því hann elskar þig, af því hann elskar þig, af því hann elskar þig, af því hann elskar þig. Hann kaus að vera maður. Veistu út af hvað hann kaus að vera maður? Til að sýna okkur hvernig við getum orðið. Til að sýna okkur hvaða leið við getum farið. Þess vegna viljandi, þá sleppti hann því að hann var í Guð og gaf sig algjörlega undir vald föðurins. Skoðið bara Guðspjöllin, hann er alltaf að tala um föður sinn. Hann gerði ekkert nema föður hann sagði það. Samt segir í Jóhannesi 1:1, í upphafi var orðið, orðið var hjá Guð, orðið var Guð. Allir hlutir eru til fyrir hann, Jesú. Samt kom hann undir föður sinn algjörlega og það var ein ástæða fyrir því til að sýna þig hversu þú ert megnuður og hvað þú getur gert. Því að þú getur komið undir föðurinn eins og hann gerði það. Og hann sagði mér þess að þú munt gera meiri verk en ég hef gert. Vitið að ég hef aldrei lent í meira ævintýri heldur en ég hef búin að upplifa síðan ég gaf Guði í líf mitt. Ég hef búin að ferðast mikið og fara til Afríku og sjá ótrúlega hluti gerast. Ég hef búin að sjá ótrúlega lækningar, ótrúlega kraftaverk og ég hef búin að sjá ótrúlegar upprisur í fólki. Fólki sem átti enga möguleika, fólki sem var litið hornauga. Allt í hennu farið að glóa og lýsa. Ég er líka búin að sjá marga falla. Ég er búin að sjá marga liggja í valnum. En ég ætla að seilast eftir því sem er framöndan. Og ég ætla að keppa til verðlaunanna á himnum. Og ég ætla að öðlast ennþá meira af honum. Því ég veit því meira sem ég fæ af Jesú Kristi í mitt líf. Því meira fæ ég að upplifa frið. Því meira fæ ég að upplifa af hans krafti,
Því að vita að það ekki fyrir einhver orðaspeki, einhverja ræðusnill sem að fagnarendi predika, heldur það fyrir kraft Guðs sem að fólk frelsast og leysist og læknast. Það kraftur hans. Og þetta snýst kraft Guðs. Að maður fyrirverði sig ekki fyrir fagnarerindið. Því oss sem hólpin eru það kraftur Guðs. En þeim sem glatast það heimska. Og það sannleikurinn, fagnaðarerindið sannleikurinn, að Jesús Kristur, hann kom inn í heiminn sem maður, var fæddur af Maríu mey. Hann gekk jörðina í 30 ár. Þá hann gekk ofan í þegar maður skýrði, þegar Jóhannes skýrði hann, og hann stóð upp úr skýrnalauginni. Og þá opnuðust himnarnir, og það heyrðist þessi rödd, þetta hann, þetta minn elskaði sonur sem ég velþóknun á. Og ef að Jesús þurfti að heyra þetta, þurfum við ekki að heyra þetta líka. En veistu það, hann var ekki bara að segja þetta af Jesú. Því að löngu áður í aldingarinn metin, þá sagði Guð við höggorminn, að sæðið þessara konu, Evu, mun merja höfuð þitt með hæl sínum og höfuð þitt mun merja hæl þess. Og alltaf þegar eitthvað mikið fór að gerast, að þá reyndi óvinnurinn að drepa sveinbörn, alveg svo að Jesús fættist, þegar Móse fættist, að því að hann vissi ekki hvenær þessi myndi koma, þessi sem myndi stíga hún á hausinn á honum. Og þarna sagði Guð við hann, þetta hann sem mun skjörsigra þig, sem mun taka lyklan aftur, þarna hann. Hann fór út í eyðimörkina og Satan hann reyndi að tæla hann, hann reyndi að gefa honum lyklan, hann reyndi að gera allt, svo hann myndi ekki gjörsigra hann. En hann svaraði hann með orði Guðs. Svo gekk hann á jörðinu og gerði kraftaverk í 3 ár. Í 3 ár gerði hann kraftaverk. Svo hann krossfestur á krossi, hann labbaði upp á hæðina sem hann skapaði, með tréð á bakinu sem hann skapaði. Og hann var negldur á kross. Hann var hafður til háðungar, maðurinn sem hafði gengið og gert kraftaverk. Hans eigin fólk tók ekki við honum, eins og það hefði verið spáð fyrir í Jesaja spámanni. Hans eigin fólk tók ekki við honum, sem voru gyðingarnir. Heldur neldan á kross, en þegar hann var búinn að vera neldur á kross og hann gaf upp andann og sagði það fullkomnað, þá var það fullkomnað að hann hafði étið alla syndir frá hinu fyrsta manni til hinn síðasta manns, og í eitt skipti fyrir öll, þá voru ég og þú eitt með honum, og það var aldrei hægt að rjúfa það, og það ekkert sem getur tekið það í burtu. Ekkert sem þú gerir svo slæmt að Jesús hefur ekki dáið fyrir það. Ekkert sem þú hefur gert að þér svo slæmt að Jesús getur ekki leyst þig. Og það var landskjálfti og fortjaldi rifnaði, því að þar inni var Guð, það var það allra helgasta. Og fólk hugsaði bara, var hann Kristus? Var rætt. 3. degi reis hann upp, hann fór niður til heljar, hann náði lyklana, hann situr núna við hægri hönd Guðs. Og hann hér í kvöld til þess að elska þig, til þess að gefa þig frelsi, til þess að þú þurfur ekki lengur að vera að berjast við ótta og kvíða, til þess að þú þurfur ekki lengur að vera að berjast, heldur getur átt frelsi í honum. Við megnum nú bræðu fyrir Jesú blóð með djörfunga ganga henni í þið heila, þangað sem hann vígði oss veginn. Hann vígði veginn, veit að áður en Jesús kom, að þá er þetta svona með gyðingarnir með allra helgasta og tjaldbúðun og allt þetta dót, ég er kannski ekki klárasti maðurinn í þessu, en þú veist, þeir bundu band við sig áður en löppu þarna inn, eða skildu deyja þegar Guð myndi snerta þá. Og þurftu að vera með alls konar ritual áður en löppu þarna inn. Í dag búið að vígja leiðina, beint inn á hjarta föðurins. Og Jesús Kristur frá Nasaret vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn getur komið til föðurins nema hann, fyrir hann. Og hann vísaði veginn að föðurnum. Guð ekki reiður eða fjarlægur, hann nálægur og elskulegur og kærleiksríkur. Og hann vill bara bjóða þig velkomin inn í ríki sitt sem barnið sitt af því hann elskar þig. Og það engin tilviljun og verðin í kvöld. Og lifandi inn í gegnum fortjaldi það sem þar að segja líkama sinn. Við höfum mikinn prest yfir húsi Guðs, látum ást í ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti,
með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund synd. Ok, stendur hérna hjörtu sem hafa lært að vera syndlaus. Eða fólk sem hefur lært að vera heilagt. Það var reynt í mörg 100 ár með lögmálinu. Það var bara alltaf að vera að grýta fólk, skilur. Það þegar lögmáli kenndi okkur að grýta syndina, benda á syndina. Þú veist, við vorum alltaf að benda á þann sem var að synga. Eða benda á þann sem gerði slæmt. Eða reyna að brjóta niður hvert annað. En Jesús hann kom og hann huldi syndara. Og hann sýndi að það átt að grýta konuna. Það sagði bara, sáu það sem syndlausir, hann bara byrji. Og hann heyrði steinana detta hvern af öðrum. Leit upp og þá var hann engin. Hann sagði bara, sakveldið engin, ég geri það ekki heldur. Nei, það er fyrir hann sem við erum hrein. Það er bara fyrir hann, það er hann sem hefur helgað okkur. Þegar trú okkar vex, er það því hann er að vaksa hinna með þér. Veistu það, við getum ekki einu sinni trúað sjálf. Heldur er það hann sem er að stækka hinna með okkur. Ég geti sýnt ykkur það í Biblíunni, ég bara skal gera það seinna. En það er bara í orðinu, það er hann sem stækkar þegar trú mín vex. Það er ekki, við getum ekki trúað einu sinni sjálf. Það heldur getum við bara trúað því að hann tekur sér bólstað. Við getum ekki einu sinni elskað nema því að hann hefur elskað okkur. Og með líkumum sem laugar hafa verið í hreinu vatni, heilögum anda. Höldum fast í játningu vonar vorrar án þess að kvika því að trúr er sá sem fyrir heitið hefur gefið. Og þurfum að halda fast í vonina því að vonin bregst oss ekki. Því fyrir hana er kærleika Guðs úthellt í hjörtum vorum. Fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Vonin hún bregst oss ekki. En við getum sett óraunhæfar væntingar á Guð. Eða sagt við Guð, já þetta verður að vera svona, svona, svona. Það er best fyrir mig. Og svo er lífið ekki svona, svona, svona. Og þá kannski jafnvel bara snúa okkur frá Guð og segja bara, Guð er ekki til. Eða Guð elskar mig ekki. Veistu að það er best að hafa enga skoðun á því sem Guð er að gera. Því ég sný mig við og horfi tilbaka, þá sé ég bara, wow. Guð er alltaf með allt á réttum tíma. Guð talaði hann í líf mitt, sagði mér að hætta að selja eiturlyf, ég hætti því. Að því að það var rétti tíminn. Skulum lúta höfði. Jesús. Gefum gætur hver af öðru. Hvetjum hver annan til kærleika og góðra verkja. Vanrækið ekki safnaða samkomur yðar eins og sumraði síður heldur uppörfið hvert annað og það er því fremur að þeir sjáu að dagur færist nær. Uppörfið hvert annað. Elskið hvert annað. Á því eigum við að þekkjast, á þessari elsku sem Guð hefur gefið. Ef þú ert inni og þú átt ekki Jesú Krist, þannig að hann frelsaði, ert ekki vissum að þú eigir hann. Ef þú ert ekki vissum að þú hefur gefið Guði lífið þitt eða þá þú hefur gefið honum þú hefur fallið frá og þú vilt koma aftur og gefa Jesú Kristi lífið þitt, að þá er núna tækifæri til að eignast þetta líf í fullri gnægð, þennan frið sem er æðri í öllum skilningi. Ef þú ert inni, leið mér að sjá hendina á lofti núna. Ef þú ert inni og vilt gefa Guði lífið, það eru hendur á lofti alla salinn, mér langar bara að bjóða okkur að rísa á fætur núna. Bara rísið á fætur sem er hendurnar uppi, komið fram og gefið Jesú Kristi líf ykkar. Komið fram og gefið honum líf ykkar. Ekki vera hrædd, ekki vera óttaslegin, því að Guð er með þér í kvöld. Hann er með þér til að frelsa þig. Hann er með þér til að leysa þig. Hann er með þér til að binda enda á þjáninguna þína. Hér inni er ennþá fólk sem þarf að vera hérna frammi. Jesús. Ef að hjarta þetta er að berjast í brjóstinu á þér, þá er það sennilega merkjum það að þér að rísa á fætur og koma hérna fram. Við langar að fá fyrirbiðendur fram.
Ef þú ert hérna inni og þú þekkir ekki Jesú Krist eða þú fallið frá honum, þá er í dag dagur frelsis. Í dag er dagur lausnar. Í dag er dagurinn þar sem að þú fara að öðlast frelsi, lausn og lækningu. Komið fram hérna. Jesús, Jesús, Jesús. Faðir minn, ég þakka þér fyrir Drottinn. Við skulum bara halda áfram að lúta höfði. Jesús, ég þakka þér fyrir það hver þú ert, Drottinn. Hvernig þú hefur gefið okkur svo mikið, Jesús. Elsku Jesús, við lofum þig, Faðir. Við lofum þig, Drottinn minn og Guð. Við lofum þitt heilaga nafn. Heilagur Andi, við bjóðum velkomin. Velkomin til að snerta við öllum sem eru hérna. Heilagur Andi, velkomin til að snerta við hjörtunum þeirra með vera algjörlega heil, Drottinn. Skulum biðja saman bænina sem að við bjóðum Jesú Kristinn í líf okkar. Ég bið fyrst og þið endurtakið svo það sem ég segi og við segjum elsku Jesús. Ég trúi því að þú sért sonur Guðs. Að þú hafi dáið fyrir mig svo ég geti lifað. Ég iðrast synda minna og ég bið þig að fyrirgefa mér hvernig ég hef brugðist rangt við. Leystu mig, Drottinn, því ég vil ekki framar kveljast, heldur vil ég lifa sem barnið þitt. Ég þakka þér fyrir að ég er nú þitt barn. Í Jesú nafni. Amen.